Eða svo leiðir meistarana, hver bara svona, já, tilfinningin strax eftir leik? Bara mjög góð, flottur leikur, ég var virkilega sáttur með frammistöðu minna manna. Menn voru bara sjarp fannst mér og þetta já, bara góður leikur og svona góður undirbúningur fyrir það sem að koma skal. Við höfum hörku leik á móti Fram núna í bikarnum og við töluðum það, við vildum bara ná góðri frammistöðu upp á að fá svona, momentumið í gangi á okkur og mér finnst ég að hafa gert það í dag. Hvernig var svona komandi inn í þennan leik? Það var svona margir sem bjöggust við kannski stærri sigri og svona kannski vissi ekki hvernig Vestralið myndi mæta til leiks. Hvernig var svona bara undirbúa svona liðið fyrir það? Svona einhvern veginn að svona þannig sé viti hvernig mótorinn kemi? Já, alveg rétt hjá þér sko. Við vorum svona erfitt kannski að vita hvernig Vestri myndi koma inn í leik en við vorum svo sem undirbúnir fyrir bæði það að þeir myndi spila í 5 manna eða þá eins og þeir eru búin að vera að gera núna, að spila í 4 manna. Þannig en það þú veist, fannst ekki erfitt að vera mótivera á það. Náttúrulega við vitum hvað er að fara að gerast, mótið er að fara að byrja, það er bara bikarkeppni eftir viku og það er nógu mikið mótivering til þess að menn mæti í þennan leik alvöru krafti. Hvað svona fannst þér svona, ég held bara svona siglaði sem sigri heim? Já, mér fannst í raun og veru, þannig séð aldrei neinn hætta. Mér fannst við yfir öllum hluta leiksins, þannig en þú veist, eitt mark hefði geta breytt svona, þú veist, spennustiginu í leiknum, þannig að mér fannst við vera vel vakandi og ekki þannig sé hleypa þeim neitt inn í leikinu. Þannig að ég er bara sáttur með það. Svona eitt svona moment í leiknum sem vakti svona óneitanlega athygli kannski, það er þegar að Valdimar Þór er að virðist að sleppa í gegn og vera svona að fara framhjá í markmannum en virðist allan að vera tekið niður en hann fær síðan gult spjald sjálfur og fyrir dífu. Hver var svona þín sýn á þessu? Sko, fyrst til að byrja með þá ég held að markmaðurinn hann meiddist í kjölfarið. Ég held að hann hefði meitt sig í hendinni við að slengja hann í Valda en síðan ég veit ekki, þetta er það langt í burtu frá okkur. Þetta sýndist þetta að vera vítaspyrna en ég get ekki sett að með 100% hvort það var það ekki. Þannig að dómarinn mat þetta bara svona eins og þetta var gult spjald en ég áttur að heyra í Valda hvað hann segir. Og svo kannski eftir það sem að valdi kannski óneitanlega athygli er að Sveinn Margeir var á bekknum í dag og fekk mínútur. Hver var svona pælingi þar á bak við eftir að svona búa tilkynnan hjá Káa? Bara að gefa honum mínútur. Hann þarf mínútur, það er það sem ástæðan er að hann fara á lán og hann bara þarf að fá fleiri mínútur og það var bara svona pælingin á bak við það. Hann er búinn að vinna virkilega hart að því að koma tilbaka í gegnum mjög erfið meiðsli sem hafa tekið mikið á. Og mér fannst bara fínt tækifæri að gefa honum mínúturna í dag bara upp á framtíðina hjá honum. Þetta er okkar leikmaður og við pössum upp á þá. Er eitthvað ákvæði í samningnum að geta kallað hann tilbaka í mitt sumar? Já, það er bara mitt sumar ef við teljum okkur þurfa á hans kröftum í sumar þá getum við kallað hann tilbaka. Og svona næst á döfinni býður Framarar eitthvað í mjólkurbikarnum, svona stutt á milli í þessu. Hvernig svona leggst það verkefni þig? Bara mjög vel, þetta er bara, ballið er byrjað. Þetta er bara allir undirbúningurinn búinn og undirbúningstímabilið búið. Þannig að það er bara, leggst mjög vel í mig. 2 hörkuleikir núna framöndan, Fram fyrst í bikarnum og síðan bara fyrsta umferðinni í deildinni á móti Breiðablik. Þannig að þetta er gaman. Takk fyrir.